Já, góðan daginn. Nú er ég snemma á ferð. Velkomin í nýjan þátt hjá mér sem heitir Núna. Hann verður svona á núinu, eða nún. Og vonandi verður hann jafnvel daglega í framtíðinni ef að stuðningsaðilar koma. En svo ég hætti að tala þáttinn, þið fylgist með honum bara, þá ætla ég að tala málan í dag sem að dómstóll götunnar þar sem að mannorðsmorðingjar hafa komið sér fyrir. Þetta svona eiginlega raðmorðingjar og þar helst að telja í dag að það Reynir Traustason og Davíð Oddsson á Mogganum. Hann beitir fyrir sig einhverjum fjölmiðlum. En það sem ég ætla kannski ekki að tala akkurat það sem að já, góðan daginn, gott kaffi. Menn mættir í tjattið, sko. Það bara flott, sko. Góðan daginn. En ég ætla að fjalla sem sagt þetta mál og kannski ekki per se málið með Sölva þó það hafi verið athyglivert að fylgjast með honum fá taugaáfall í beinni útsendingu. Þá ætla ég meira að tala ég ætla að tala meira sem sagt þennan dómstól og þá sem almennt ekki fjallað sem að mannorðsmorðingjarnir sem að eru standa hér að baki. Og ég var í viðtali í Harmageddon í gær. Þar þetta sem sagt þetta alveg skelfilegt mál og þið sjáið RÚV var með svona Me Too, já þetta sem ég var að leita, nú ég komið með svo ég átti að gera þetta áður en að ég byrjaði fyrirgefið. Já, rásinn hans var orðin nokkuð stór og hann hefur náttúrulega legið vel við höggi og hann var að tala við fólk svona hugsanlega eins og mig eða svona samsæringa og eins og hann hefur sannlega legið mjög vel við höggi. En ef við förum aðeins yfir málið þá byrjar þetta með einni svona skrítinni frétt þar sem að bara allt óstaðfest og bara einhver frægur maður gerði eitthvað einhvern tímann og þá byrjar bara partíið, sko. Og hérna yfirlýsingin skrifuð af þessari konu hér, Kristrúnu Elsu Harðardóttir. Og þetta sem sagt sem ég myndi kalla mannorðsmorðingjarnir. Þetta kallað hjá okkur samsæringunum íslensku kallaða læðurnar. Og þær til dæmis með félagsskap og þær með sértrúarsöfnuð og eru mikið inn í eins og við sjáum bara starfsferilinn hennar. Og þá þessi skelfilegt sýslumannsembætti, sko.
og og lögfræðingar hjá Útlendingastofnun eru vestaðum vestu sko. Þannig að þetta er manneskja sem ég myndi ekki treysta frekar en ekki lengri en ég get kastað henni sko. Og það sem að vekur svolítið athygli er að verjandi, hérna er hún Saga, mín kenning er sú að Saga var að leiða Sölva á aftökustað eins og er gert í þessum djöfla samtökum. Og meira að segja Hannes Hólmsteinn Gissurarson var að reyna að ráðleggja Sölva að bara vera þögull og ekki segja neitt. Og það hefði ég ráðlagt honum líka. En það sem að er eftirtektarvert er að þessar tvær konur, þessi lögmaður sem að skrifar þessa yfirlýsingu, og í sjálfum sér er þetta ekki yfirlýsing frá konunum sjálfum, þetta er bara frá lögmanninum sem er að keyra sæjoppið. Og við vitum að það gerðist hér í Svíþjóð meðan Julian Assange að konuna fóru reyndar þá til lögreglu og svo var hann bara kærður fyrir nauðgun, en konar sögðu nei, við vildum bara færa í blóðpróf af því við höfum mök við hann, þá vildum við fá upplýsingar í kringu það, við erum ekki að kæra fyrir nauðgun. Þannig að það er þekkt að svona aðilar með svona feril sko, að þeir fara mjög óvarlega með sannleikann. Og hérna eru þær tvær þær eru í félagi kvennalögmennsku, báðar, þær eru sett saman í félagskap og hérna eru þær saman að gagnrýna að þær hafi ekki fengið hræið úr WOW og þið sjá að þessi dama hérna var í slitastjórn sko, sem var einn af feitu bitunum á þessum tíma. Þannig að þessar dömur ásamt öllum fjölmiðlunum sem er að atast í þessu og þessi kelling sko, sem var að tala hérna í þessu viðtali það að það væri nauðsynlegt að það var alveg nauðsynlegt að það væri nauðsynlegt að kenna fólki á Instagram og kenna fólki að hugsa og kenna fólki að vita hvaða fréttum þau getur trúað og hvaða fréttum ekki. Þrátt fyrir að þessir fjölmiðlar eins og RÚV og fleiri eru marg uppvísir og þessir blaðamenn sko eru marg uppvísir af mannorðsmorðum og lygum og subbuskap sko. Þetta eru svona dólgar. Og nú síðan mætir daman sko, og lögmaðurinn mætir í viðtal sem ég tel mjög óeðlilegt. Og er hún bara að tala einhverja pólitík sko. Nú eru allar umbúðir te og kaffi og Þá vantar klukkuna 13 mínút. Sko ég tel nú ekki vera gamla, eða seint tilbúin að dansa viðkynna það. En heyrið ég er ennþá bara amazed hljóðið frá viðtalinu. Svo erum við náttúrulega líka bara með dómstólinn. Og við erum komin að mínum að stundum svolítið út í það, erum við komin í bandarískt réttarkerfi. Hérna erum við alls konar pólitískar pælingar og hún mætt þessi kelling hér. Það þurfa menn að fara í það sjálfir, þannig að það náttúrulega eins og ég segi, það gildir rammi um þetta, en hins vegar það náttúrulega og núna byrja málið var mjög vafasamt. Sölvi fær taugafall og ég veit náttúrulega sko, eins og ég hef sagt í útsendingu áður, ég hef engan sérstakan áhuga á því hvað að gerast í nærbuxunum hjá fólki. Og Sölvi hefur greinilega verið fórnalamb, honeypot, þetta ættu menn nú að þekkja úr vísindunum. Jeffrey Epstein rak honeypot í Bandaríkjunum
og heila eyju þar sem að þeir voru að lokka mann og annan í alls konar kynferðisvesen og síðan blackmaila þá og það hefur hugsanlega verið það sem að hann Sölvi lendir í og hann er að hitta einhverja kettlingar á Twitter og eitthvað slíkt sko og núna þessi Andri Yrkill Valsson nú hann piling on sko nú bara Sölvi ábyrgur fyrir öllum frustreruðum kettlingum sem hafa verið að ríða á ævinni sko nú bara allt það pælað á Sölva og ég tek það fram, ég veit ekkert hvað var að gerast í nærbuxunum hjá honum og en hins vegar eru vitnin og það sem að ég hef svolítið verið að hugsa í morgun ég var að horfa á þættina með Perry Mason að hann var svona hetja sko sem að var mikið í dómsmálunum og fleira slíkt sko og var alltaf með svona góðar varnir það sem það þurfti að nú finnst mér eins og þar myndi ég nú vilja Frosti vinur minn í Harmageddonum að hann færi í svona ákveði Perry Mason hlutverk og þið vitið sko í svona almennum réttarhaldum þá mjög mikilvægt að það sé verjandi það eiginlega mikilvægast af öllu og það meiri sér svo mikilvægt að ef þetta eitthvað fátaklingur þá honum skipaður verjanda ríkinu til þess að tryggja það að vörnum sé við komið og nú fyrst að þetta allt saman komið á götuna með þessum morðingja götustrákum sem hafa sjálf skipað sig í eitthvað svona dómarasæti reyndar með styrkjum frá valdstjórninni þessi menn þetta eru fjölmellur sko sem að fá alls konar gúti hjá valdstjórninni 400 milljónir fyrir COVID áróður og guðma vita hvað en þetta vitnið Katalína, byrju, hver hún? Var hún ekki að vera að handtaka hana og vesenast í athöfnum hennar? Var það ekki þannig einhvern tímann? Og hún svona þekkt madama eins og Ghislaine væntanlega í þessu og Maxwell, Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell hún þetta var madaman í samstarfi við Epstein og þau voru að reka sama business og valdstjórnin íslenska virðist vera að reka með þessari dömu hér og eins og ég segi það eina sem hefur komið fram að Sölvi var með einhverja fantasíur eða ég veit ekki hvað en það mjög mikilvægt að það komið fram hvað var í gangi nú hafa brotið eitthvað af sér þá sjálfsagt að hann beri ábyrgð á því með einhverjum hætti en þessi tegundar réttarhaldum sem eru bara á götunni þau eru náttúrulega þekkt sko og það var eiginlega ákveðið að hætta með það sko morgnaveður á Íslandi Nei. Það var ákveðin ástæða fyrir því held ég að það var hætt við nornaveiðar sko brennuöld og það má kannski segja sem svo að við séum aftur komin inn í eitthvað svona brennuöld það sem að þessar læður sem að við höfum séð til þeirra og við þekkjum vinnubröðin þeirra þær verðast vera með valdstjórninni sko því hér kemur RÚV inn og kompælar á sko það fullt af kærum sem alls konar svona pirring ég líti á þetta sem svona kynferðislegu pirringur sko og dómstólar eru mjög krítiskir á vitni í slíkum málum sko sérstaklega það einhverjar svona
einhverja svona dömur inn í málinu sko, þá er dómari eða svona yfirleitt byrjað á því að fara eftir credibility eða áreiðanleika þessara vitna. Og ef að ég legg minn dóm hér inn í þennan dómstól götunar, þá treysti ég engu af þessu fólki. Ég tel að Sölvi hafi gert mikil mistök að ráða Söru, þegar hún var einfaldlega leiðan á einhvers konar, og ég held að hún hafi verið að spila með Sölva sko, og eigi eftir að spila meira áfram, og við sjáum hana líka, hún er bara komin í bítið að fjalla málið og alls konar pólitískar pælingar í kringu það. Er það eðlilegt? Ég myndi vilja sjá, ég hugsanlega að gera það sjálfur, en ég er ekki alveg eins sterkur fjölmiðlamaður og eins og þannig Frosti. Þetta er eiginlega beiðni til Frosta að hringja bara í þessa dömu hérna og hjóla í hana, og þessa yfirlýsingu sem hún gaf út, bara hjóla í hana. Býtu, hvaða sannanir ertu með fyrir þessu? Hvað ertu að meina? OnlyFans? Býtu, var hann eitthvað að spá í að gera klámynd með þessari stelpu? Hvað er í gangi? Hvað ertu að segja hérna? Og hjóla bara í þennan lögfræðing hérna sem gaf út þessa yfirlýsingu, bara hjóla í hana og spurja hvað henni gengur til með þessu. Akkur leggur hún ekki, er ekki nóg að leggja fram kæru? Býtu, hérna er einhver að biðja tillitssemi. Hvað með tillitssemi við fjölskyldu og líf Sölva? Býtu, akkur er þessi manneskja bara með lögréttindi? Ég skil það ekki. Þessa dúttur sko. Það er ástæða fyrir því að suma stæðstu trúarbrögðum veraldar telja að þurfi 2 eða 3 eða 15 konur til þess að hafa sambærilega vitnisburð á við menn. Að þetta er þekkt fyrirbæri, þetta að þegar ein beljan pissar þá pissaðar allar. Og það sjáum við hér. Þetta er dæmi þegar ein beljan pissar þá pissaðar allar. Hvað er tengingin við hérna? Og þetta er sko fréttastofan, sjáðu. Þetta er ekki einhver opinion eða skoðan, eins og hérna á Hóks er allt bara mína skoðanir sko. Og nú ef einhver kemur hérna og fer að skrifa eitthvað meira, ég er ekki fréttastofa eða ekki trúa neinu sem þið heyri, ég er bara absolutt ekki sko. Double checkið allt og ég vona að ég hefa rátt fyrir mig með allt og lífið sé bara indælt sko. En hérna þetta er náttúrulega bara einhvers konar sturlun í gangi hérna. Fór 19 ára brotin til heilara. Betur, hvað tengist þetta máli Sölva? Og þeir tengja þetta beint hérna í fréttinni við Sölva. Mál, hérna er tengingin sko. Þessi plebbi hérna, þessi mannorðsmorðingja plebbi, sem ég kalla hér með í yfirheyrslu og Reynir Traustason, þeim er hér með boðið í að það sem ég er að segja þá, þeim er boðið hér í viðtal, svona nokkurs konar yfirheyrslu a la Perry Mason, og náttúrulega ef að þeir er ekki tilbúin til þess að mæta hér, þá bara standa fullyrðingar mínar þá, að þetta eru atvinnu mannorðsmorðingjar, og hérna er greinilega komið fram íslenskt honeypot operation sem rekið af valdstjórninni og læðunum, og í garð er gengin brennuöld. Það sem að fólk var bara brent á báli fyrir á tilfinningalegum rökum. Og það er það sem að það er ástæðan fyrir því að læðunar, það á enginn að taka mark á þeim sko. Það á bara hunsa þessar heimsku beljur sko. Algjörlega. En hérna er hún að leka, sjáðu.
og hún hefur nú ýmislegt á samviskunni. Já, annað sem ég vil óska eftir, sko ég ætla að sem sagt, eins og alltaf skipaður verjandi og ef hann ekki ef að sakborningur skipar sem hann sér ekki sjálfur, þá skipar ríkið honum. Og sama ég, nú ég bara sjálfskipaður verjandi Sölva, það svo sem engin annar að gera það. Og ég bara skipaði mig sem slíkan og ég vil endilega fá Frosta með mér yfir reyslunar. Hann svona aðeins meira presence en ég. Að bara hringja í þetta lið, hringdu bara í Reyni. Bara segir, hvað meinarðu með þessu? Kannastu við hluti eins og dómskerfi og lögreglu og fleira slíkt, hver skipaði þig herra Reynir sem dómara? Varstu kosin einhvern tímann eða? Þú bara er þekktur mannorðsmorðingi með, myndarðu þér enga skoðun á því hver að segja söguna? Hérna meira að segja í hans eigin, já þetta nú hann sjálfur sko, undir dullenni. Lest ekki þinn eigin fjölmiðil? Sérðu ekki hvaðan þetta að koma? Í alvöru, Reynir, ertu að leggja hana fram sem vitni í þessu máli? Í alvöru? Ertu að grínast? Í öllum réttarsölum þá væri Reynir Traustason hleginn út á hlað, sko. Með bjánaprik upp í raskatinu, sko. Þannig væri tekið á sig þar. Þetta er alveg ótrúlega framkoma. Og svo þessi kelling hún já, þetta er alveg voðalega slæmt, sko. Það þarf náttúrulega að fara að taka á því og kenna fólk á Instagram og það þarf náttúrulega að taka á upplýsingaóræðu. Það ekki takt að fólk fá upplýsingar nema þá í gegnum okkur, valdstjórnina. En hún ekkert að tala réttláta málsmeðferð. Að það séu þá sem sagt, þau geta fjármagna mig, ég skal bara taka að mér að svara öllum svona ákærum, hvar og hvenær sem er. Og og það nefnilega málið, að það sita allir fjölmiðlarnir bara á, þeir bara gera ekki neitt, sko. Þeir bara sita og horfa á nornabrennuna og klappa, sko. Þeir hringja ekkert og fronta þetta lið eins og pæliði í þessum plebba. Pæliði í honum. Pælið í þessum plebba bara mætir hér með eitthvað bara bla 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 bla. Og rangfærslur sögu, býtum við. Enginn að fara að skoða hvernig saga Reynis er? Alveg ótrúlega vitleysa. Og svo verið að hjóla í þá sem að voga sér að efast þessi réttarhald, sko, og það aftur Reynir, plebbinn sjálfur aftur mættur mannorðsmorðinginn. Og ég ætla að gera sko frétt þetta, eða ekki frétt, fyrir ekki, ég ger ekki fréttir, sko, ég ætla að gera svona blogg þetta á Hóksunni á mér á eftir, og þar verður þetta vídeó, þá maður að ræða flötujörðina líka, að ég ætla að birta það og ég ætla bara að birta myndir af öllu þessum mannorðsmorðingja plebbum, sko. Öllu þessu liði ég ætla bara að birta myndir af þeim og það verður bara procedurinn hjá mér. Að ég verð þá eini vettvangurinn sem að hjólar á móti þessu. Og ég hvet alla sem að hlusta, alla 7, hvað margir. Ég hvet alla bara til þess að mæta eða senda mér þá kvart eða sögur og fínir í eins og þessa Kristrúnu og sendiði mér sögur hana sögu og sendiði mér sögur hann Reyni Traustason, sendiði mér sögur hann Freyja, ég geti gert það líka, og sendiði mér sögur hann Andra, ég mun birta það allt saman, sko. Bara allt, ef þetta fólk hefur einhvern að pirra ykkur og Davíð Oddsson alltaf. Davíð Oddsson að beita sínu fólki.
segist hafa sannanir meint brot Sölva. Já, komdu þá bara með sannanir. Hættu þessu kjaftaði. Og veist, Davíð Oddsson ekki lögfræðingur? Ekki allt í lagi? Bara komið með allar drullusögur sem einhver dettur í hug Davíð Oddsson og þá þennan fréttamenn hérna. Odd Þórðarson eitthvað þetta pakk heitir allt saman. Við bara birtum myndir af öllu þessu liði og höldum utan það og þá líka sjáum við samengi í því eða það er alltaf sama fólkið aftur og aftur að pleppast svona í fólki. Ég er nú ekkert alveg sammálaði hvernig Sölvi tók á þessu, sko, hann átt að koma til mín í ráðgjöf og sálusorgun, sko. En fáir sem þóra hann nálgast mig, svo sem, eins og þið vitið. En þetta var núna, þetta er nýja tilraunin hjá mér og ég þarf að reyna að hafa þetta stutt, þetta var ekki nema hvað, 25 mínútur, það er nýtt stuttamet hjá mér. Munið að styrkja á Hóks-síðunni, þannig ekkert hérna held ég og þannig að ég eigi séns og náttúrulega reyna að fá eða alþingismenn sko, reyna að senda mér einhverja styrki eða listamannarlaun eitthvað, þetta er svona listagjörningur eiginlega og hérna endilega dreifiði Hóks-vídeónum, það er óbúslega auðvelt á Hóks sko og það er bara hérna, pressi bara hér eða hér, þessi 3 boði og svo getur þið e-mailað linkana og endilega mun að deila hér alveg eins og við getið og svo er hérna neðst sjáðu þá getið þið skráð ykkur inn og þá komið á hérna postlistan og þar verður alls konar tilraunastarfsemi með að senda og svo líka náttúrulega ef það verður lokað einhverju, þá er ég allavega með ykkur á lista en ég get sendt ykkur tölvupóst og hérna er styrkjaðanappurinn ekki klikka á honum sko það er að fara hérna með kortið og hérna með eitthvað annað en sem sagt þeir sem er eitthvað ósátt við það sem ég hef sagt þá þeim er bara boðið hér að þá að skamma mig það er bara opið og ég bið fyrir Sölva og að hvort saman er burt sér frá því hvað hann hefur gert eða ekki gert, það breytir engu ég bið bara fyrir þessari manneskju og hérna já, ég er ekki hlynntur nornaveiðum takk fyrir komuna, bless